Bæjarstjórar sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sögðu á sínum tíma að þeir væru tilbúnir að taka á móti fleira flóttafólki og hælisleitendum. Þá hugsuðum við í starfshópnum sem svo að hvað getum við gert til að styðja við okkar kennara í starfi, til að taka á móti börnum sem hingað koma og það var náttúrulega ekki íslensku á móðurmáli. Þá sóttum við Erasmus Plus styrk sem við þá fengum. Við heimsóttum tvo skóla í Malmö og í báðum skólanum nánast allir sem eru með sænsku sem annað tungumál. Rósengard hverfi er rauninni mjög þekkt fyrir það að það hátt hlutfall innflytjenda í hverfinu. Já. Og það hefur mikið púður farið í kennslu nemenda með annað tungumál. Eftir heimsóknina héldum við fyrirlestur í Fellaskóla og við, ég og eini í Fellaskóla, byrjað með þróunarverkefni út frá í rauninni þessum kennsluháttum í Svíþjóð. Það er náttúrulega alltaf dýrmætt reynsla að heimsækja aðra skóla og hvort sem er kannski heima erlendis af því að maður tekur svo margt og líka bara að vera áhorfandi. Að sjá hvernig hlutir eru gerðir af því að við erum svo oft þáttakendur í því einhvern veginn. Maður sér það með öðrum augum þegar maður fer og fylgist með og að fá að fara í svona langan tíma og fylgja eftir að þá kemur þér betur inn í hlutinu. Þannig að það var sérstaklega dýrmætt við þessa ferð.